Góðu sæl, Elín. Sæll. Velkomin á sögusvið Storytel. Þakka kærlega fyrir. Þú ert með bók sem þú ert að lesa fyrir þjónustu Storytel núna. Já, ég er mjög glöð að vera að lesa bókina mína Barnið þitt er á lífi. Já. Hún er mér mjög kær, þessi bók. Og ég hef svo sem ekki verið mikill rithöfundur, en ég hef þó skrifað skráð 2 bækur. Já. Og þetta er seinni bókin mín sem var að koma á Storytel. En þú hefur líka unnið svolítið við það að segja sögur fólks og líka hefur unnið við heimildarmyndagerð og ýmislegt. Og það er margt sameiginlegt með þessu tvennu, er ekki satt? Jú, það er það og eiginlega koma óvart að það er talsvert skörun þarna á milli. En samt verð ég að segja það að það tók meira á að skrifa og klára heila bók en ég hafði nokkuð tíman ímyndað mér. Eins og segi, þetta er rosalega mikil vinna. Hvernig þetta er saga Röntgu sem kemur til Íslands hérna og sest að í Bolungarvík og síðan kemur fjölskyldan hennar á eftir. Hvernig kom þessi saga til þín? Já, það var þannig að vinur minn Óttar Sveinsson sem hefur skrifað allar útkallsbækurnar, hann hafði samband við mig og spurði hvort ég væri til í að skrifa bók. Hann hefði ákveðna sögu í huga og lýsti henni fyrir mér aðeins og ég heillaði strax og sagði bara, já, ég ætla að gera þetta. Og svo byrjaði ég bara og þessi saga er sem sagt líf tveggja kvenna, ólíkra kvenna sem koma frá opaslega ólíkum menningarheimum, en hvernig líf þeirra tvinnast saman og hvernig þær verða hvor annari stoð og stytta og hvernig líf þeirra sem sagt, er með ólíkindum hvað fólk upplifir í sínu lífi, á sínu lífstíð. Stundum er það eitthvað vont, stundum er það eitthvað rosalega gott og skemmtilegt, en það er alls konar. Og einmitt í þessari bók þá fléttast atburðir, gleði og sorgar saman, svona alveg fléttast saman bara lengi. Já. Hún er sérstök svona innan bókaflokk útkallsbókana. Það sem er oft skipreka og sjávarháska og annað, en það er einhvað síður líka saga af slíku. Það segir sögu af fólki í Bolungarvík og af sjávarháskum þar og svona baráttinu við hafið. Já, það kemur nákvæmlega akkurat inn mjög sterk saga sem að í raun og veru tengist heildar sögunni sem ég er að segja og saga sem að var ekki hægt að sleppa, en þess að svo mikilvægt að lesandinn skynji heildarmyndina, skilji hvaða tilfinningar liggja baki, hvaða sem hefur gengið á, af hverju hlutirnir verða eins og þeir verða og svo framvegis. Þetta er náttúrulega mjög stórt verkefni í rauninni þegar þú ert að segja sögu Röntgu og mannsins hennar, að þú þarft í rauninni að gera aðeins grein fyrir þessu stríði sem við allavega eins og mín kynslóð Íslendinga ólst eiginlega upp með á sjónvarpsskjánum, svolítið Bosníustríðinu. Já, og ég get sagt að fyrir mína parta, þarna var ég fréttamaður á RÚV, trúlega, eða Stöð 2, allavega var ég í fréttamennskunni og ég eiginlega svona hvað maður að segja, ég eiginlega enn þann dag í dag lömuð yfir því hvað í raun og veru ég upplifði mikið í gegnum Röntgu og Strákó og þeirra fjölskyldu, hvernig þetta stríð var, sem ég fann bara alls ekki meðan ég var að lesa fréttir þetta í fréttastúdíu á Íslandi. Bara allt í einu þá bara vaknaði ég upp við það að hvílíkar hörmungar þetta hafa verið. Já. Og hvað þetta hefur gert rosalega gert líf fólks ömurlegt og erfitt og hvað manneskjan getur verið ótrúlega grimm. Og þú segir líka í bókinni, þá segir þú sögu þessa svona fréttafólk sem fór hérna á vegum sjónvarpsins alla leið til Serbíu og það er rauninni tengingin, það er svona þessi neisti sem fer á milli þessara tveggja fjölskyldna, annar í Bolungarvík og hinni í Serbíu í flóttamannahúsnæði þar. Hugsaðu hvað er ótrúlega tilviljanir í heiminum og akkurat þetta náttúrulega kom sér
var eitthvað sem ég skildi svo vel, þetta veruleiki sem ég lifði í, það er að segja fréttamennskan, og að þeir, Gunnar Salvason, fréttamaður hjá RÚV og Jón Þór Víglundsson, myndatökumaður hjá RÚV á þessum tíma, skildu sem sagt náði að tengja saman þessi tvö líf, sem sagt serbnesku flóttamannana okkar, söguhetjana okkar og fólksins í Bolungarvík sem eru líka söguhetjunar okkar, og það er sem sagt íslenska sjónvarpið gamla Kastljós sem að þátturinn sem verður til þess að all þessi atburðarás fer af stað. Þetta er líka svona einstakt eitthvað með, þetta er svona þessi svona gamla íslenska einhvern veginn framtakssemi og einhvern máta, það er að hún Inga Vagnsdóttir sér þetta viðtal og einsetur sér það einhvern veginn að koma fólkinu hingað. Er þetta eitthvað sem þarf alltaf einhvern svona einstakling, þú veist, eru kerfin okkar ekki nógu sterk til að sjá ein og sér það að koma fólki á milli landa og taka á móti flóttafólki? Þurfum við að taka utan þetta þá sem svona einstaklingar líka? Sko, þetta er náttúrulega sagan með Ingu og mömmunar og Ketil og krakkana og þetta allt hvernig þau stóðu að þessu og bara allir vakt fjölskyldan, sko, þetta er náttúrulega bara einstakt, sko. Já, svolítið. Mér finnst það er ekkert margir sem eru tilbúin að gefa svona mikið af sér og taka þetta fólk svo í faðminn þegar það kom hingað brotið, bjóða því heim, bjóða því mat jólin, bara taka málið algjörlega inn að hjartanu, sko. Já. Einmitt, og þetta er líka, og það er, þú veist, þetta byrja með einni mannesku, að ranka kemur yfir og svo kemur svona smátt og smátt öll fjölskyldan og það er svona búið í haginn fyrir þau og þetta hefur líka áhrif aftur til Serbíu þar sem að þau geta fest kaupa húsnæði fyrir pappa þeirra og mömmu og bara... Já, og ég veit ekki hvort að ég lýsi því hvernig þetta moment var, þetta gullna moment. Já, ég var alveg til. Á ég gera það? Já, endilega. Já, mér finnst þetta náttúrulega hápunktur eiginlega sögunar, það nokkri hápunktar í henni. Einmitt. En þetta er svona einn af þeim og það var mjög skemmtilegt að þegar við ranka náttúrulega unnum þetta mikið saman og þegar við héldum útgáfahóf, þá buðum við þeim tveimur, Jóni Þór og Gunnar Salvason að koma í hófið og þá var hún að hitta þá í fyrsta sinn eftir að þetta viðtal var tekið sem var bara mörgum árum fyrir, ég man ekki eins og hvaða ár það var, sko. Það var svo ofboðslega sterkt andartak, en það er þannig að þeir fara sjá þessar erlendu fréttamyndir á skjánum og Gunnar er erlendu fréttamaður stöðugt að segja frá þessu stríði í Júgóslavíu sem var náttúrulega alveg rosalegt og svo stutt frá okkur líka. Já. Og hann biður leyfi til þess að fá að fara og það var ekkert mikið það í þennan tíma að fréttamenn fengi að fara út allar jarðir, það bara kostar peninga og svo getur það líka verið hættulegt. En þeir fara og fá að ræða við flóttakonu, biðja Rauða krossinum að fá að ræða við flóttakonu og þá er það, hún ranka okkar sem að síðan orðin og er góður og gildur í íslensku ríkisborgari í dag en þarna var hún, lifði hún í algjöru örbirgð, hún var fórvall út úr húsi, hún átti ekki fötin utan á sig, hún átti ekki borða og ekki þau hjónin, þau voru atvinnulaus og þetta var ömurlegt. Og svo sérstaklega líka sko sagan sem hún segir, hún byrjar aðeins á undan og það er einhvern veginn þessi svona tími fyrir stríðið þegar hann órar ekki fyrir því að geta bara svona skyndilega orðið flóttamaður og allur heimurinn fer á hvolf, sko. Nei, það er einmitt það sem að ég sett svo mig oft svo inn í þær kringumstæður því hún er að lýsa þig þegar hún er á spítalanum og hún er að bíða eftir að eignast barnið sitt og þetta er áhættu meðganga og hún er bara svona blóm, sko. Hún er með alltaf besta, flottasta og síma og ég myndi ekki hvernig hún lýst þessu, sko. Hún er bara eins góðar aðstæður að getur verið og hún viðurkennir það hún hafa alveg verið svona dálítið mikið svona, hvað maður segir, svona dálítið tilduróa eða svoleiðis og þannig að fyrir hana að lenda svo í þessum aðstæðum. Á bara augnabliki. Já, það bara 1, 2, 3, það bara var komið stríð, þú ert bara í stórkostlegri lífshættu og það er bara að flýja land.
En ég greip fram í fyrir þeirri við að þú varst að segja frá því þegar þeir fóru og hittu Rönku og hvernig Stravko. Já, Stravko var ekki heima af því að hann leyfði Rönku að ráða þessu. Það fær það svolítið á tilfinninguna. Já, Rönka, hún dálítið, en þau eru rosalega góð saman. Já, maður sér það líka. Já, og hún tekur á móti fréttamönnunum og það alltaf ömurlegt að bjóða fréttamönnum eða fólki heim til sín. Þetta er svona lítil geymsla, ógeðslegt allt, 4 fermetrar, þú veist, einhver lítil plata til að elda mat, einhverju pappakassar sem þú býður fólki sæti á og bara þú sýnir þeim eins og hann segir, þú ert að sýna okkur nakin. Sýna, þú veist, okkur hvers konar ömurlega lífi við lifum. En hún sagði, já, ég ætla að gera þetta og ég ætla að reyna að fá vinnu á Íslandi. Og það segir hún í viðtalinu og verður svo mikið þegar hún segir að hún fyrir að gráta. Það er nokkið oft sem við sjáum fólk gráta í sjónvarpi og það bara, eins og ég segi, þetta var svo lífið hennar var bara svo erfitt. Já. Og það bara, hún gat ekki haldið eftir af þessum tilfinningum. Svo sjáum við það, þá lesum við það þegar lengur líður á þessa bókina að það eru 2 mæðgur í Bolungarvík sem eru að horfa á þessa ungu litlu konu gráta. Og sjá einhvern veginn tækifæri til að nota sína stöðu, sín forréttindi eða þú veist, sína veru í þessum litla bæ voru það að reka frystihús eða? Já, voru bara að reka útgerðarfyrirtæki og mjög blómlegt á þessum tíma. Já. Og bara fullt af fólki að vinna hjá þeim frá öllum löndum og þá bara hugsaður, ég meina, af hverju bjóðum við hennar að koma hingað og þeim öllum. Það er ekki nú með að þið byrðu Rönku að koma, og svo vildi hún alltaf borga aftur farmiðan og allt þetta, það er mikið stolt. Og síðan komið þau öll á eftir, smátt og smátt. Fyrst komum Rönka, svo liði nokkrum mánuði, þá kom Stravko maðurinn hennar og þá kom Branka-systirinnar og Bosko bróðurinnar og svo nokkur síðar kom Mílan maðurinn af Rönku og litli Nikola, sonur hann af Rönku og Mílan. Maður geti haldið að sagan myndi enda þarna en þetta er einhvern veginn svona góðu punktur og blómlegt fyrirtæki en svo verða hlutirnir flóknari. Já, því miður, þá gerast hlutir þarna og ég veit ekkert hvort maður á að vera að upplýsa mikið. Nei, ekki endilega. Nei. En við getum kannski talað það í rauninni að þú segist þú vannst þessa bók með Rönku. Já. Í rauninni og ég er mjög forvitin það ferli, þannig að sagan bókin sjálf byrjar í rauninni í rödd Rönku og þú ert í rauninni að taka að þér þarna að skrifa fyrir hana, miðla rödd hennar og núna ertu að lesa rödd hennar líka inn á hljóðbók. Þannig að það hlýtur að vera svolítið svona mikið að vera að taka að sér að segja sögu einhvers. Það er mjög mikið og ég einhvern veginn, mér þykir bara svo vænt þessa bók. Það er eitthvað við hana sem að gera það verkum að mér þykir óskaplega vænt hana og mér finnst ég ánægð með tóninn í henni. Sem hvernig við náum, ég og Rönka og svo fjölskylda Ingu og krakkarnir hennar Ingu og fleiri sem komu að gerð bókarinnar með mér til að setja mig inn í hluti og ég ánægð með hvernig tiltókst með það. Já. Og þegar við vorum að byrja að hittast við Rönka við vorum ekkert þú veist góðar neitt fyrst að tala saman en svo urðu við perluvinkonur. Við erum mjög góða vinkonur í dag og það stutt síðan ég hitt hana og þau eru bara hér á Íslandi. Ég veit ekki hvað ég á að fara langt í að segja hvað gerðist. Nei, við getum snert á því. Já. En þetta var á heildina ánægjuleg upplifun að stíga svona aftur innan í textan svona nokkrum árum eftir að bókin kom út. Núna að koma og lesa? Já, þau komst að lasta hana. Það var yndislegt. Ég er svo ánægð með að fá að kominni í Storytel. Ég er mikill Storytel aðdáandi. Ég hlusta rosalega mikið á bækur í gegnum Storytel. Og ég hugsaði mér, mér langar að Rönku og Ingu saga komi til fólks í gegnum Storytel. Og það var það var úr. Já. Og þú segir að getur eitthvað frætt okkur hvað hefur gerst síðan í rauninni í lífið þessa fólks á þessum árum? Já, það náttúrulega fóru allt,
það fór allt í, hvað maður segja, þetta blómlega fiskvinnslufyrirtæki í Bolungarvík sem Inga og fjölskylda hennar rak. Það var gjaldþrota eins og mörg fyrirtæki út á landi á þessum tíma. Það var kringum 2000. Ranka og Stráko fluttu til Reykjavíkur, mistu vinnuna og svo var raunverulega ekki orðið svona sama, hvað maður segja, það var allt önnur upplifun í Bolungarvík. Þau flytja öll hingað suður, Inga flytur, Ketill fer til Kína, Inga flytur þangað með krakkana og þetta er bara svona, þetta er ótrúlegt hvað hérna hlutinir er að breytast og hvað er margt að gerast og svo náttúrulega fléttast inn í þessi sem er náttúrulega alveg kapli út af fyrir sig að Ranka er búin að eiga barn. Þegar við komum inn í sögunni þá er hún ófrísk og hún gengur með barn og það er áhættu meðganga og hún fær alveg rosalega verður fyrir mikilli reynslu í Serbíu meðan hún er þar að bíða eftir barninu því hún þarf að flýja frá Sarajevo. Það er dálítið flókið sögutráður en það eru margir angar. Það eru margir angar á honum. Teygir sig vítt heiminn í rauninni. Já, algjörlega og það sem hann alltaf gerðist við fæðinguna að barnið, hún fékk barnið sitt aldrei í fangið. Já. Og síðan hafa komið fram gögnum það meðal annars í gegnum mannréttindaskrifstofur og Sameinuðu þjóðirnar að á þessum árum var það stundað á sjúkrahúsum í gömlu Júgóslavíu að stela ungbörnum. Taka þau frá mæðrum sínum, sérstaklega þær voru svona einar eins og hún var. Stráko gat ekki komið með hana því hann var í hernum og selja börnin til pallalausra hjóna þá í löndum í Evrópu og græða mjög vel á því. Og þá eru rosalega mörg svona mál sem hafa komið upp. Þetta er svo sérstakt þegar við horfum á núna því að náttúrulega við stöndum frammi fyrir í heiminum í dag bara stórkostlegri flóttamannakrísu almennt og það er alltaf eins og að sé að færast aukin harka og líka aukin aðsókn þannig að skoða einhverja svona sögur sem skoða hvernig svona eitt lítið samfélag getur tekið utan innflytjendur í rauninni og svona þú veist boðið á velkomna innan í þeirra samfélag og svona myndað þannig að þeir geti orðið heilstæðir borgarar hér á meðal okkar. Það er ansi margt sem á að taka frá þessu núna í þessu augnabliki sem við erum í, er það ekki? Alveg sammála því og ég tel einmitt að Ísland verði svo miklu ríkara og flottara land eftir því sem við fáum hingað fleiri strauma af jörðinni. Við erum jo all jarðarbúar og í raun og veru öll óskaplega lík þegar að því er gáð. Já. En mér finnst það bara gera líf mitt allavega miklu betra að kynnast fólki sem hefur aðra sýn á lífið en ég. Og mér er svo gott að geta borið virðingu fyrir því. Hvað sem það er, stjórnmálaskoðanir, trúarskoðanir, eða hvað sem er. Mér finnst allt, þessi fjölbreytileiki bara auka mína tilveru. Algjörlega. Það sem er að gerast í þessu stríði, það er bara svo það er svo ljótir hlutir að gerast þarna. Fólk er myrt með köldu blóði af gömlum nágrönnum, það er trúardeilur, það verða þarna deilur milli innbyrðis þjóðernisdeilur og menn víla ekki fyrir sér, það bara eins og svipta einhverju grímu og menn víla ekki fyrir sér að drepa náungan, vini sína af því þeir eru ekki sömu trúar, fjölskyldur neita að hjálpa þér af því að það er allir að hugsa bara að draga fram lífi sjálfir. Læknar og hjúkrunarfólk fer að stela börnum til að græða peninga og stela lyfjum af sjúklingum til að græða peninga og það eru bara svo ljótir hlutir sem gerast í stríði og þarna getum við aðeins varpað svolítið ljósi á hvers konar hamfarir þetta verða í raun og veru og hvernig manneskan í raun og veru getur orðið að algjöru dýri. Já, en það er líka svo sérstakt við þetta því að það er þessi svona speglun á milli þeirra, Rönku annars vegar og henni Ingu Vaksdóttur sem tekur á móti henni í Bolungarvík
og það þótt að náttúrulega að Inga sé ekki að upplifa sömu, þú veist, örðuleika af þessu tægi og í rauninni höfum við það mjög gott hérna, þá samt að það bókin staldrar við ólíkar myndir af því eins og það á einhverjum tímapunkti glíma báðar við þunglyndi og við bara svona erfiðleika, bara svona andlega erfiðleika sem fylgja bara svona áföllum í lífinu. Algjörlega. Og það einhvern veginn þetta svona jafnvægi á milli þess án þess að gera lítið úr öðru hvoru, sko. Einmitt svo sammála og líka það að þessi tenging á milli þeirra þær sá okkur aðra á flugvellinum á Ísafirði og það ógleymanlegt hvernig Ranka lýsi því, sko. Já. Hún sagði bara, þú veist, Inga og bara það átt nú stað í hjarta Rönku eftir það stað sem að Ranka lýsir því sem enginn kemst að nema Inga. Það lykill sem enginn fær að þeim stað og Inga þar hjá henni. Og enda þegar hún tók svo upp íslenskt nafn svo þurfti að gera það samkvæmt lögum. Það gerast íslensku ríkisborgari þá tók hún sér nafnið Inga þannig að nú heitir hún Ranka Inga. Ranka Inga. Já. Og hún og Stratko ennþá hérna á Íslandi og allt þeirra fólk. Já. Og bara og líklega fjölskyldurnar bara stækkað og þeir með fleiri og fleiri. Stórir og gengur vel í sínu lífi eftir því sem ég næst komist í að fylgjast með bara Íslendingar en náttúrulega með þennan bakgrunn og þau öll alveg rosalega svona áfram Ísland og síðan en þau með ofsalega sterk tengsl alltaf heim mamma og pappi kalla náttúrulega þau toga í þau í Bosníu og Hersegóvínu þau búa faðir þeirra og móðir þau treystu sér ekki til að koma þeim bauðst það en treystu ekki fast þegar við vorum á gömul og ég ætlum séð þau í halda svona hátíðir eins og svona hátíðisdagar og þá mamma og pappi á Skype eða Zoomi með það alveg yndislegt sko. En það kannski við þessa bók það sem ég þykir svona mikilvægt það sem hún gerir og við höfum svona þurft að gera svolítið sem að skrifa að það raddir eins og raddir innflytjenda á Íslandi jafnlóttir sem búin að læra íslensku og farnir að geta tjáð sig og tekið þátt í samfélaginu hérna á fullum þá ákveðið svona þau komast bara ákveðið langt í því að segja sína sögu eins og hlutinni standa núna en blessunarlega erum við núna að upplifa aðra, þriðju, fjórðu, fimmtu kynslóða af fólki sem byrjað að taka þátt í þessari menningarumfjöllun. Já. Þannig að mér finnst mikilvægt að segja þessar sögur. Já, ég alveg sammála því en mér finnst við líka að líka geta að tala við fólk sem ekki alveg búin að valdi á íslensku. Einmitt. Að það fái líka að segja sína sögu þau ekki alltaf að vera að við gerum þá kröfu bara að við skrifum ekki bækur nema viðmælandi minn tali fullkomlega íslensku. Þetta eitthvað sem útgáfa heimurinn hérna heima hefur ekki getað þjónað almennilega. Nei. Mér þessi bók svolítið einstök upp á það. Sko. Já, kannski. Það alveg rétt hjá þér þegar þú bendir á. Og þið unnuðu þetta mikið saman, þið settu saman niður og töluðu saman og tókstu þó upp samtölin ykkar þín við Rönku og vannst út frá þeim? Nei, ég skrifaði allt niður. Ég var með tölvuna mína. Já. Og við sátum myndir á okkur þar sem við sitjum og förum í gegnum þetta allt og það voru stundum tár og stundum gleði og alls konar tilfinningar. Já. Og þetta bara ógleymanleg reynsla sem ég myndi aldrei hafa viljað missa. Já, og ég skil það vel að þið finnist gaman núna að geta sett hana á miðilinn sem svo hún komist til fleiri fólks. Algjörlega, af því mér finnst hún virkilega eiga erindi. Takk kærlega, Elín, fyrir að koma og tala við okkur í sögusviði Storytel. Takk sömuleiðis.